Hæ og góða daginn, góða kvöldið og já, ég bara að horfa á Tönu og Bella Thorne á YouTube og ég alltaf að fá hugmyndir að byrja að vera með svona YouTube eða podcast eða eitthvað sem ég bara fæ hugmyndir bara strax og að fara að taka eina í viðtal á morgun og svona að læra á þetta podcast og ég teki þetta bara upp á símanum bara til að byrja með og svo mun það bara stækka og bara þróast. En já, ég búinn að vera af hverju ég hætti að drekka, það var bara út af því að ég var fann að fitna svo mikið, var bara að fara að hafa áhrif á bara andlegu og líkamlegu hlið líka og svo bara einhvern veginn bara var ég bara, mér fékk ég bara ógeð einhvern veginn bara þú veist á tímapunkti og langaði bara ekkert að drekka neitt meira sko. En ég á að hætta að reykja líka en ég læt bara eitt duga í bili, glitt bara drykkjuna og svo rækta ég mitt eigið grænmeti, hún sumar og svo náttúrulega kemur vetur, þá veit maður ekki hvað gerist, hvort að maður komist út af þessum faraldri. Þannig að maður svona svolítið fastur alveg bara í tilverunni og hvað á maður að gera, Maður alveg bara svona, á ég að vera með kannski svona podcast þátt bara að tala heilsu, af hverju maður að drekka, eða eitthvað rót fyrir því eða eitthvað svona léttum nótum svona öðruvísi ari og rólegri og svona já, svona rólega típan af ara, ekki alltaf þessi alveg rosa ego og svona ég svona fann að hallast á rólegu hliðina, ég orðinn svo þetta ekki, mest allt svo bara maður búinn að lifa bara öllu lífinu þannig að maður eiginlega bara orðinn bara sultu slakur, maður bara hvað næst sko, á maður ekki bara að vera eins og Laddi, bara að vera með útbúa jarðarföruna bara sjálfur. Ég veit það ekki. En ég ætla að fá mér sígarettu. Svo ég búinn að vera pæla í að stækka við mig, fá stærra húsnæði, kaupa stærra húsnæði og svona reyna að gera þetta svona að ekta svona YouTube svona heimili einhvern veginn og svona eins og þetta sé svona raunveruleika sjónvarp og kvikmyndavélum alveg í kringum allt húsið og allt svona, þannig að það var allt myndað þegar maður var að fara í heita pottinn og allt svona. Það svona langar mig langar að búa til eitthvað svona litla sápukúlu þar sem maður getur bara verið í einhverju leikriti. Mér finnst þú alveg gaman að skapa eitthvað svoleiðis.
alveg bara maður vaknar maður þarf að pína sig alveg bara á fætur bara út af að maður verður náttúrulega að halda áfram að taka upp og það náttúrulega allt tekið upp þangað til að maður búinn að ná einhverju þannig að maður geti fengið að vera í svefnherbergi í friði og já, það bara mjög góð það svona áskorun sem ég, þú veist sem ég að pæla í svona, ég að pæla í svo mörgu svo kann ég ekki eins og á podcast og að googla og ég alveg bara what the fuck, ég næ ekki þessu, ég alveg bara þú veist, með athyglisbrestin alveg sko, ég dett alveg út úr sambandi sko mér finnst þetta að vera svo stórt og ég what flókið, maður manni langar bara svo til að hafa bara sko bara takka bara íta play bara og einfalt og þú veist já, þetta bara svona pæling mjög góð pæling vá, hvað maður fer út úr einu og yfir í annað það þetta sem ég nefnilega fannst og finnst nefnilega svo efnilegt þegar ég að horfa á Sölva þá hann bara með kveikta myndavél og í alla þennan tíma þá hann ekkert að klippa og svo þegar maður að hlusta á MC Gauta og svona fólk sem svona dettur út alveg maður bara dettur inn í heim einhvern veginn þegar maður horfir á sko þegar einhver að tala og að segja frá sinni reynslu og þetta og svo allt bara að blacka out út af því að með ADHD það nefnilega ekkert grín að vera með þetta ADHD ég hélt að þetta myndi eldast af mér en það gerir það ekki en það samt komið margt annað í staðinn sem hjálpartæki það til dæmis iPad-ið minn og hljóðbækur og allt svona þú veist já og svo líka bara einhvern veginn langaði mig að vera bara betri manneski að vera bara edrú maður bara þarf vel ekkert að vera eitthvað svona ég veit ekki svona bara drikkja vera bara eitthvað fíkniefni sko það bara þú veist hefur svona rosalega slæm áhrif á bara maður fitnar og þetta bara viðbjóð sko maður áttar sig ekki á því fyrir maður bara hættir bara að drekka og bara lítur í andliti og það kannski eitthvað aðeins fara þannig að þú veist maður fær svo mikið bjóð sérstaklega ég sko ég alveg bara oh my god sko ég bara hætti og má ekki borða rautt kjöt má ekki út af ég var bara alltaf lasinn áður en ég hætti og ég vekk það fara geitt og ég bara veit ekki hvað sko ég hætti að geta labbað en núna ég að taka mig á sko bara algjörlega hætti að drekka og hætti að reykja en ég tek það samt svona í skrefum sko ég ekkert búinn að ákveða alveg bara þú veist en þetta það sem ég þarf að gera og einbeita mig að gera þetta
akkurat núna sko. Það alveg bara skilyrði af því að ég búinn að eyðileggja lungun svo rosalega. Þannig að það til að ná það sem ég þurfti að láta laga sko. Og þarf að hugsa mikið Svo finnst mér svo gott að horfa á þú veist, á iPadin að maður fær svo mikla svona fyrir að pæla svona já, ok og mér finnst svona vanta svona við ættum að gera svona Ísland svona litla Ameríka og svona bara okkar svona litla Ameríka þú veist bara auka meiri svona íslenskri svona dagskrá á YouTube og fá fleiri listamenn á YouTube og það draumurinn minn það alveg að fá marga listamenn á YouTube Sölvi kominn og það finnst mér vera mjög gott sko og ég bara vill eiginlega að sem flestir eiginlega bara þú veist það svo gott að hlusta á Sölva sko hann er sálfræðimenntaður og allt þetta og hann hlustar á þú veist og við mælendan ætla ég að segja og allt það, maður dettur alveg inn í það sko, þannig að maður getur hort á og hlustað á alveg sko og líka gaman bara hvernig flæðið og svona, þannig að þetta svolítið öðruvísi en hinn, þetta miklu svona þægilegra en samt svona hann getur fiska meira upp úr fólkinu út af því að það bara líður svo vel að það bara að sofna sko eða svo heitt að það alveg að kafna þannig að þetta alveg mjög sniðugt hjá honum þannig að það er að gera margt en ég held samt að sé bara búinn að segja svona en ég verð aftur og kem aftur og er að pæla að gera marg bara vídeo bara I go for it you know bara núna tíminn bestur Hæ já þetta fyndið og svo líka eitt að svona sem maður búinn oftar að pæla að allir alveg halda alveg bara að ég sé bara algjörlega sko í essinum bara að ég sé algjörlega að það er náttúrulega bara Ari að leika Ara en miklu pep off búið að púffa svo rosalega miklu að ég bara er búinn að gleyma hver Ari er en þessi Ari hann er ekki til þessi Ari sem ég er að tala við myndalinn núna hann er til þannig að það er líka svolítið svona hlutir að maður má ekki gleyma að lifa maður verður að fatta hvenær maður á að hætta að vera í einhverju skrípaleik eða svona þú veist svona bara í leikriti þú veist þetta er bara eins og sirkus að vera bara alltaf endalaus full-time Ari Jósefsson
þegar hann að mínu fari löngu farinn, því að þetta Ari Jósefsson sem þetta, og ég horfi á svo mikið á dokumentari og svona alls konar, ég detta algjörlega, þannig að þetta ætti að vera svona jóga þú veist, eða svona búddahljóð eitthvað svona bakvið mig sko, út af því að það svo, maður eitthvað svo friðsæll, það svo mikið svona friður í hjartanu og manni líður vel og maður alveg friðsæll, maður það ekkert, það eins og maður sé alveg svona búin að finna tilganginn. Það málið. Finna tilganginn í lífinu. Það sko, ég búin að finna hann og ætla að vinna og vinna þar til ég næ honum. Tilgangurinn leið að betra lífi. Það að hafa tilgang. Já, og svo líka þú veist, ég alveg sko, það mjög margir búin að spyrja mig alveg og þeir sem þekkja mig, þá ég ógeðslega mjúkur og góð manneskja og ekki svona bitch, þó ég elska að segja svona bitch og þetta svona fólk þarf ekki að óttast mig, eins og ég fundi fyrir sjálfur að fólk alveg og út af því að maður búin að gefa út svo marga svona glansmyndir af veruleikanum og ferðalögunum og svona, þú veist, en í rauninni líður mér langbest svona, horfa á náttúruna og njóta og skrifa, sketsa, skrifa, maður alltaf að dokumenta sjálfa sig, þannig að maður alltaf alveg að reyna að búa til og skapa og vera alveg full inn og reyna eins og hægt maður reynir ekki fyrr en maður nær tilgangnum aftur og aftur og aftur og aftur, maður verður að ná tilgangnum. Og að þetta dokumentari sem ég eiginlega líka búin að vera að gera núna dokumentari akkurat þennan dag og yfir höfuð, og ég ætla að reyna að halda rútínu og fara snemma að sofa, þannig að ég þarf að fara að snemma að sofa og svo verð ég með fleiri blogg og mun ræða ýmislegt við ykkur, það sem dettur í hug og það sem í huganum, og aldrei hægt að brosa. Sjáumst næst, og þá kemur ég með fleiri skýrslur vandamál Ara.